Þegar við erum að reikna, þá þurfum við að tileinka okkur ákveðna leið. Sem sagt, það er ekki sama hvar við byrjum að reikna. Og við höfum verið að kalla þetta röð aðgerða, forgangsröð aðgerða og eins og mikilvægasta er sú að ef við fáum svona dæmi eins og við sjáum hér, þá þurfum við að skipta þessu upp í svokallaða liði. Við þurfum að skipta dæminu upp í liði og reglan er sú að plús og mínus skipta dæmum upp í liði. Og þegar ég segi liði, þá á ég við að skipta þessu upp í svona liði. Hér sjáum við að strikin sem ég var að setja undir, þau eru inni brotna upp þar sem plúsin er og þar sem mínusin er. Og næsta skref væri þá að taka saman þessa liði, reikna það sem við sjáum að er skipt upp. Við erum með 5 hér, svo gerum við plús og þá vinnum við þennan lið sem við vorum að strika undir og 2 sinnum 6 er 12 og mínus og það sem við sjáum þarna er þá 3 sinnum 2 og það er 6. Og nú er komið dæmið 5 pluss 12 mínus 6. Og þá getum við einfaldlega haldið áfram, lagt saman þessar tölur, 5 pluss 12 er 17, 17 mínus 6 og endum þá með töluna 11 sem loka svar.